Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, þriðjudaginn 21. júlí. Við efnum til þessa auka þáttar vegna áhugaverðra orðaskipta sem hafa átt sér stað á síðum Morgunblaðsins síðustu sólarhringana. Helgina birti Kári Stefánsson, forstjóri og stofnandi Íslenskrar erfðagreiningar, mjög harðorða grein sem hann beindi að stjórn landsins, aðallega Viðreisn og dómsmálaráðherranum Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur. Hann vill meina að ráðherra láti undir höfuð leggjast að framfylgja dómum landsins og reyndar eins og að hún sé að koma í veg fyrir það lögreglan framfylgi þeim dómum sem nú hafa verið felldir varðandi netsölu á áfengi. Orðið í belg hefur lagt Arnar Sigurðsson, stofnandi Sandi, en hann hefur árum saman barist fyrir auknu frjálsræði í netverslun með áfengi og rekur reyndar eina af stærstu netverslunum landsins í þeim efnum. Þeir eru komnir hingað í hádegismóa og ætla að skiptast á skoðunum fyrirkomulag áfengisölunar og annað þessu tengt. Þetta er mál sem að margir tengja við og velta vöngum yfir því. Hvort að hér sé stórt frelsismál að ræða eða hvort að hér steðji ógnað heilbrigðiskerfinu eins og Kári vill meina í sínum skrifum. Fylgist þið með þessu? Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Sportís, Skeifunni 11. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Poulsen.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Þeir eru komnir hingað til mín. Þeir Arnar Sigurðsson, stofnandi Sandi og stofnandi Íslandssíma á sínum tíma og Kári Stefánsson, forstjóri fyrrverandi erfðagreiningar og stofnandi þess ágæta fyrirtækis. Þeir ætla að ræða hér við mig áfengismál og áfengissölu. Komið sæl báðir tveir. Þakka ykkur fyrir að bregðast skjótt við og ekki síst þú Kári fyrir að bregðast við áskorun Arnar að mæta hér og ræða þessi mál. Þú birtir grein í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni þegar drykkirnir kom úr flösku ráðherra og þú ert ekki spar á orðin í garð í raun og veru framkvæmdavaldsins og að einhverju leyti löggjafarvaldsins líka í landinu. Sko, ég var að reyna að setja þetta mál með netsölu áfengis í samhengi við það sem mér finnst vera hægt og bítandi svona hverfandi skilmörk milli framkvæmdavalds, löggjafarvald og dómsvald. Það eru lög í landinu sem voru sett 1998 sem gera það verkum að netsala með áfengi er ólögleg. Og það er ekki bara mín skoðun eða mín túlkun á þessum lögum. Ríkisstjórnin hefur nýlega til dæmis í svari sínu til ESA eða EFTA
komist að þeirri niðurstöðu að netsala á áfengi standist á við þau lög sem að gilda í landinu. Það sem er netsala var kærð ef ég man rétt 2020 og það féll endanlega dómur í því máli í Héraðsdómi Reykjanes fyrr á þessu ári sem að komst að þeirri niðurstöðu að þetta var ólöglegt. Og þrátt fyrir það þá heldur þessi netverslun áfram og lögregla og ákæruvald haga sér eins og þessi lög séu raunverulega ekki í gildi í landinu. Og mér finnst það alvarlegt ekki bara út af sölu áfengisins, heldur bara út af því hvernig menn líta á lög í landinu. Þessi ef að lögin gilda þá á dómsmálaráðherra, þá á ríkisstjórn og þá á lögreglan ekki að neina skoðun á því aðri en bara það eru lög sem gildi í landinu og þeim ber að framfylgja. Og það hefur ekki verið gert. Það sem mér finnst gera þetta enn erfiðara að það er verið að brjóta þessu lög á þann máta að það er verið að auka dreifingu áfengi í samfélaginu, auka aðgengi af áfengi í samfélaginu og það er tístýrt að auknu aðgengi að áfengi fylgir aukin neysla. Og það vil svo til að áfengi sem er það fíkniefni sem við sem samfélag höfum fallist á að nota og höfum gert mjög lengi er býsna hættulegt. Ef við bara skoðum á hvað hefur gerst í sambandi við áfengistengda sjúkdóma á Íslandi á síðustu árum að frá 1984 til 2020 hefur tíðni á lifrarsjúkdómum sem á rekja til áfengisneyslu áttfaldast. Ekki bara tvöfaldast, þrefaldast, heldur áttfaldast. Á sama tíma og neysla á áfengi hefur aukist 76%. Neysla á áfengi, sérstaklega mikil neysla á áfengi, eykur hættunni á minnst 15 krabbameinum, krabbamein í lifur, brís, vélinda og svo framvegis. Það eykur hættunni á hjartabilun og svo framvegis. Að því sögðu, þá er mjög stór 100% fólks í landinu sem getur neytt áfengis í hófi á þess að verða fyrir mjög miklum áföllum þegar kemur að heilsu. En þó ber þess að geta að nýlegir útreikningar benda til þess að kostnaður heilbrigðiskerfisins af áfengisneyslu þess íslenska sé það bil 100 milljarðar króna á ári. Þannig að þetta kemur ekki ókeypis. Það er að segja að það eru fleiri, það er meiri príshæður bara sá sem fyrir að kaupa flöskuna. Förum aðeins yfir lýðheilsumáluna eftir, verjum tíma í að ræða lögfræðin í þessu eða löggjöfina. Þú bendir á það að ríkisstjórnin hefur lýst því yfir með einum öðrum hætti að áfengissalan á netinu sé ólögmæt eins og hún er núna. Já. Dómstólar komast að þessari niðurstöðu en dómsmálaráðherra hefur líka lýst því yfir að hann mun ekki síga lögreglu eða ýta á lögreglu að bregðast við að svo stöddu. Og þar með er dómsmálaráðherra ósköp einfaldlega að lýsa því yfir að þessi lög sé að því leitu öðruvís en önnur lög í landinu að þeim ber ekki að fylgja. Og það er vafasamt finnst mér og ekki gleyma því að þingflokkur sem dómsmálaráðherra tilheyrir lagði fram frumvarp til laga á síðasta þingi að gera netsöluna löglega og einhverju hluta vegna þá fékk það frumvarp ekki framgang. En með því að leggja fram þetta frumvarp þá lýsir þingflokkur Viðreisnar því yfir að þeir líti svo á að það sé ólöglegt að selja áfengi á netinu. Eins og stendur. Já. Arnar, svo það sé tekið fram að þetta dómsmál sem að hér ræðir, það sneri að smáríkinu sem er samkennsaðli þinn. Þú hefur ekki hlotið dóm en þú hefur sætt lögregluransókn í einn eða annarri mynd út af þessum málum. Hvernig horfir þetta við þér? Finnst þér ekki undarlegt að lögreglan skuli ekki láta knéfylgja kviðið þegar dómstóllinn hefur kveðið upp sinn dóm? Nei, sko, í raun og veru er ekki bara eitt, það er allt rangt sem að Kári heldur hérna fram. Nú, fyrstulega engin lög 98 sem var breytt og í öðru lagi, sko, þá er nú eiginlega þannig, þá vill þannig til að það eru reyndar 2 dómsmál sem að hafa gengið.
Í öðru þeirra unnum við, það var sem sagt átíðaferð sem að höfðaði mála á hendur okkur, sérst ríkið og ykkur hjá Sandi. Já. Nú það mál endaði þannig að í dómsorðinu eru allar okkar, þetta getur Kári lesið líka, að allar okkar málsaðstæður eru teknar í dómsorðinu. Það bara sem sagt, það var mál sem vannst 5-0 sko. Nú, 5 af 7 málsástæður voru teknar í dómsorðinu. Nú, seinna málið sem að Kári vitnar til og í raun og veru bara í hálfleik. Þannig að það býður bara áfríðunar til aðra dómstigs. Smáríkið hefur áfríðað í máli nú þegar. Já, sjálfsögðu. Og enda var sá dómur, það er nú stundu sagt sko að best auðvitað að fá sýknudóm en næst best sé þá að fá sko illa rökstuddan sektardóm eins og var í þessu tilfelli sko. Nú, sem sagt að kalla eftir því að dómsmálaráðherra eða einhver annar beiti einhverju húsbóndavaldi á lögreglu. Sko þetta náttúrulega stundað í ríkjum sem að við auðvitað viljum ekki bera okkur saman við. Það sem sagt þrískipting ríkisvaldsins og augljóslega á ráðherra ekki að líta á lögreglu sem eitthvað tannbendi eða talandi að siga lögreglun. Ég bara veit það fyrir víst að sko, þú sigar hundum á sauðfé, en þú sigar ekki lögreglu. Lögreglan lætur ekki siga sér á einn eða neitt. Þeirra sjálfsverðing allt önnur. En eiga þeir ekki að framfylgja dómum sem að gangi landi? Nei, það gera þeir ekki. Sko, það er dómstólar sem að sko dæma. Sá dómur bara einfaldlega ekki sko komin. Nú, annað sem að sko Kári heldur fram þarna að í sinni grein að eftir að netverslun hófst á Íslandi þá hafi áfengisneysla aukist. Þetta er líka rangt því að sko áfengisneyslan hefur dregist saman. Nú við vitum alveg hvað Kári myndi segja ef að sko þróun hefði verið í hina áttina. Það að segja að áfengisneysla hefði aukist. Sko ég hef engar aðra tölur heldur bara tölur Hagstofunnar og þar liggur bara fyrir áfengisneysla hefur dregist saman samhliða sem sagt auknu aðgengi eins og sagt og það er ekki sem spyr sko landlækni eða alþjóðaheilbrigðismálastofnunina eða Kára eða þýriskipta hverju þetta sætir en sko hvaða tölur má ég útskýra hverju þetta sætir? Hvaða tölur eru þetta, Arnar, svo við komum þetta eru bara tölur frá Hagstofunni heildarsölu áfengis á Íslandi. Nú annað sem að Kári minntist á hérna og sem er oft notað í þessu samhengi, það er sko að frá því að bjórinn var leyfður 84 að þá hafi áfengisneysla aukist 76% nákvæmlega. Nú, svo tala byggir á tveimur forsendum sem eru svolítið vafasamar. Fyrir það fyrsta að bókstaflega engum bjór hafi verið smyglað inn í landið áður en að bjór var leyfður. Nú í annan stað að þeir 90.000 lítrar af bjór sem voru seldir 1983 þeir hafa ekki verið drukknir sko. Sérstætt að ferðamenn sem að gátu verslað bjórinn í fríhöfninni á þeim tíma þeir hafa ekki drukkið þennan bjór því að sko salan í fríhöfninni er undanskilin í tölum áfengisneyslu Íslendinga. Það er eins furðulegt og það nú annars er. Nú, í annan stað, sko, þá voru ferðamenn sem að koma til Íslands á þessum árum, á þessu ári, 189.000, en eru 2,3 milljónir. Og Kári ályktar sér svo að það séu samanstandi þá eingöngu af bindindisfólki. Fólk sem að, þannig að það þurfi ekkert að leiðrétta þessar tölur fyrir fjölgun ferðamanna. En ég get alveg bara fullyrt að bæði við Kára og aðra sem að halda þessu fram að þetta er bara hreinlega ekki rétt og það er sko orðatiltæki sem segir sko að er lygi djöfursis lygi og svo kemur sko tölfræði, svo komur tölfræði. Sko menn þurfa að leiðrétta tölur og
það það sem vantar inn í þetta augljóslega. En ég ekkert að segja að áfengisneysla, það bara gallin sá að ef að menn horfa á draga rangar ályktanir. Stefán, ef hann ætlar að halda áfram mikið lengur, þá nenni ég þetta. Þú fékkst líka góðan tíma. Hann kemur staðhæfingar. Já, og þú réttir þær af. En eitt sem mér átt að spyrja út í hérna, mér finnst þú verið að vísa í tvennt. Það annars svona tölur Hagstofunnar yfir lengra tímabil, þar að segja frá því að bjórum var leyfður og það breytingar sem þar eru. En þú ert líka að vísa í tiltekið tímabil eftir að netsala einkaaðila hófst. Hefur á þeim tíma dregið úr áfengisneyslu? Já, samkvæmt tölum Hagstofunnar bara hverju einast ári. Og það bara einfallega aðrar ástæður á baki. Ég meina, þessi hugmyndafræði eða þessi kenning það að framboð sjálfkrafa kalli á eftirspurn, hún bara einfallega röng. Sem dæmi bara að ef við myndum fjölga matvöruverslunum þá myndi fólk fara að borða meira. Þetta bara virkar ekki svona. Ok, nú Kári, þú segir að þessar tölur sem að Arnar ber á borð séu rangar. Það eru ekki rangar, en hann að leika sér á tölum eins og mann gera gjarnan. Okay. Á mínu sviði í lífvísindum þá gera mann þetta mjög oft. Þannig að það mikilvægt að lesa vísindagreinar grannt svo þú sjáir hvort hann sé með leik. Það að segja hann að vitna í 30 ára tímabil og að vissu leyti það rétt að ef hann tekur árið 2022 þá neyslan 8,1 lítur á íbúa og síðan minnkar það niður í 7,7 og 7,6. En hann sleppir því að þegar COVID kemur þá í fyrsta ára á COVID 2020 þá var neyslan 7,7 lítrar. Hún fer upp í 8,5 lítra 2021. Þannig að þegar að menn eru lokaðir inni, þegar menn ekki að ferðast til útlanda, þegar menn ekki að kaupa í fríhöfninni, þá eykst neyslan heima. Svo þegar að þetta losnar aftur úr böndunum, mann fari aftur að ferðast, mann fari aftur í fríhöfninu og svo framvegis, þá lækkar þetta niður í það level sem var fyrir COVID. Þannig að þetta alveg klassísk aðferð til þess að búa til þess að draga upp mynd sem hentar manni. Hann tekur bara hann tekur frá 2022, hann sleppur 2021, menn sem hann hefur tekið það inn í málið. Ég að tala núna, Arnar, þú farð að tala á eftir. Það sem meira þegar hann segir að aðgengi að áfengi sé eins og aðgengi að mat, þegar það aukist aðgengi að mat, þá borðum við ekkert meira. Og það að vissu leyti rétt, en líka vissu leyti rangt sem sýnir þessi miklu faraldur og offit í vestrænum samfélögum. En það búið að sýna fram að það mjög ljóslega, með mjög góðum faraldsfræðilegum stúdíum, að almennt séð, ég ekki að segja að það gerist alltaf, en almennt séð, ef það aukið aðgengi að áfengi, þá eykst neyslan. Og það sem meira svo neysla, þú tekur heildartöluna, þá skiptur hún minna máli, heldur en neyslan hjá þeim sem eru veikir fyrir. Má ég þá spyrja þig einu, Kári? Vegna þess að ég hjó eftir þar sem þú talar talnaleikin. Já. Og þú vísar í þessi öflugur rök varðandi COVID og aukna neyslu á þeim tíma. En þú segir auk þess í málinu hér áðan að þegar að það hafi losnað hömlurnar að nýju, að þá hafi neyslan fallið í sama gildi og fyrir COVID. Minna þar sé að þá dró aftur úr neyslunni. Á þessu tímabili fjölgar þessum netverslunum gríðarlega og þetta aðgengi eykst, en samkvæmt þessum tölum sem þú vitnar í, að þá hefur það ekki áhrif til aukinnar neyslu. Það hefur ekki haft þau áhrif að setja það langt umfram það sem var fyrir COVID. Ég held að Er það ekki röksemd þá gegn þessum hugmyndum að aukið aðgengi auki neyslunum? Nei. Aðgengi og aðgengi reyktu við saman. Það að segja aðgengi netversluna næri við til dæmis tíma dags þar sem að brennivínsbúðnar eru ekki opnar. Já, ég bara tala neyslutölunar í heild. Neyslutölunar fyrir opnun verslanna. Þú ert að tala neyslutölunar í heild, ég að tala þær tölur sem ég held að skipti máli. Það að segja hvaða tölur eru það? Aðgangur að víni á því augnabliki sem sá sem veikur fyrir. Ég hefði annars ekki haft aðgengi af áfengi, hvenær sem raunverulega sólarhrings. Það það sem skiptir máli. Eins og ég sagði áðan, það mjög stór 100% af íslenski þjóð sem getur tekið því að drekka áfengi á þess að lasti þá.
En það alltaf ákveðin 100 hluti, svona í kringum fjórðungur, 20-25% þjóðarinnar, sem afskaplega veikur fyrir alkohóli. Þetta er það afl sem að eyðileggur flest hjónabönd, þetta er það afl sem leiðir til flestra ofbeldisaðgerða eða ofbeldisverka í íslensku samfélagi. Og ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að gera sig grein fyrir því að það sem við erum að gera, þú sér til dæmis að Arnar er með fyrirtæki sem heitir Sante. Ég veit hvert þú ert að fara með það, en sko það sem ég er að reyna átt að má, ef að tölurnar segja að neyslan sé svo sama eftir að netverslunum fjölgaði og áður en það komið til sögunar, ættu það að halda þig fram að neyslan sé verri á öðrum hvaða tölur þetta vitna í þeim? Sko ef þú ætlar að bera þetta saman, þá verður að skoða hver væri neyslan með án þessara netverslana. Það er að segja að neyslan minnkaði frá því að væri 8,5 lítra eða hvað svo það var á einstaklingin 2021 og eru núna kominir í 7,7 lítra eða einhver slíkt. Hver væri þessi tala í dag ef við værum ekki með netverslanir? Þú ert að halda það fram að það hefði dregið meira úr þessu? Ég er alveg handviss að það hefði dregið meira úr þessu. Það er búið að vera að vinna markvisst og miklum krafti af forvörnum og það þarf ekkert sérstaklega, ég rekna með því að jafnvel svona útvatnaður blaðamaður Morgunblaðsins sjá í það að þegar þú hefur aðgengi híni, þá getur þú neitt þess, ef þú hefur það ekki, þá getur það ekki. Sko, þetta er náttúrulega grundvallar misskilningur. Aðgengi að áfengi var 100%. Það skiptir engu máli þó þú haugir aðgengið upp í 120%. Hvernig mælir þú prósent af aðgengi? Þú getur fengið áfengi bara alla sólarhringinn allt árið kring á hvort heldur á veitingastöðum, börum eða í verslunum. En varðandi aðgengi, þetta er mjög undarlegt að það er sagt að Íslendingar drekki minna af því að við höfum notið þessarar guðlugu forsjár hins opinbera með sínar áfengisverslanir. Það er þá kannski vert að minnast á það að það er engin þjóð með jafn margar áfengisverslanir miðað við höfðatölu eins og Íslendingar. Við eigum enn eitt höfðatölumetið þegar kemur að fjölda áfengisverslana. Það verður engin getað útskýrt af hverju er það áfengisneysla Íslendinga minni heldur en annarra þjóða. Annað dæmi sem að er aktúelt í dag er frá Finnlandi. Þar er fyrir nokkrum árum búið að breyta sölufyrirkomulaginu og færa vín í matvöruverslanir og það er komin reynsla á það eru gagnrýndar faraldsfræðilegar rannsóknir sem að Kári getur lesið og þetta breyti engu. Þetta breyti engu áfengisneyslu í Finnlandi, ekki neitt. Kári vitnar eins og margir í rannsóknir og án þess að nefna neinar sérstakar rannsóknir, en það vil þannig til, Kári minn. Ég er bara búin að lesa þessar rannsóknir, öfugt þig, og það eru allar eins að þér það varðar að engin þeirra stenstar kröfur sem gerðar til vísindarannsókna. Það er ekki til eitt einasta dæmi breytingu á sölufyrirkomulega áfengis neins staðar í heiminum þar sem hægt hefur verið að mæla breytingu í aðra hvora áttina eftir á. Vestrænt hagkerfi. Það er engin dæmi. Það má segja ýmislegt gott þig, alright? Mér finnst þú skemmtilegur og nótalegur maður, ég vil leggja á það áherslu. En hvað? En ef þú heldur að Guð hafi gefið þér eitthvað meira heldur mér við það meta vísindarannsóknir, þá held ég þessu komin út af villigöldum. Já, það kann að vera. Hvaða vísindarannsóknir? Það er búið að gera gífurlega mikið af rannsóknum af þessari gerð, til dæmis að bera saman áfengisnotkun í borgum í Bandaríkjunum versus í borgum í Kanada sem eru nálægt hvort öðru, sama breytargráðu og svo framvegis. Já, eins og þú veist að þá er ekki tollafgreiðsla milli ríkja í Bandaríkjunum, þannig að það er útilokað að mæla þetta. Þú veist að í Kanada eru fylkisverslanir í Kanada það sem eru reknar einkareknar og fylkisreknar opinberar. Það er verið að bera saman neyslu á stöðum þar sem er mismunandi aðgengi að áfengi, það er einmitt þess vegna sem er berað þetta saman. Þú getur tekið Washington DC þar sem menn komist að því að það var 5% aukning í áfengisneyslu eftir að sölufyrirkomulagi var breytt, en allstaðar það sem eru og 5% svo sé engin mæling á vandi. Ég skal segja að eitt af því sem er erfiðast
þegar kemur að því að meta rannsóknir á þessari gerð, þegar kemur að því að meta tölur á þessi gerð, að þegar það menn nálgast þau með konflikt of interest, og þú hefur klálega konflikt of interest, þú hefur fjárhagslega hagsmuni að gæta í því að koma sem mestu áfengi ofan Íslendinga. Leið mér að ljúka því sem ég að segja. Það ekkert ljótt við það í sjálfum sér. Það ekkert ljótt við það að vilja reka sem bestan business, það ekkert ljótt við að vilja selja sem mesta vöru. Það vill bara svo til að þessi vara sem þú ert að selja, hún stór hættuleg. Já, en sko, ég held að þessi allir sammála það hvað skaðsemi áfengis getur verið mikil. Ég trúi varla öðrun að Arnar taki undir það í þeim tilvikum þar sem að verst lætur. Ég vona hann taki ekki undir það vegna þess að annars hann að segja okkur að hann sé að reyna að selja sem mest, auka sem gróða á vesaldómi annarra. En segðu mér eitt, Kári, þessi rannsókn frá Finnlandi sem varpa ljósa það að salan hafi ekki breyst. Tölurnar sem þú vitnar í sjálfur frá Íslandi benda til þess að salan hafi ekki aukist eða dregið saman þrátt fyrir breytingar á sölufyrirkomulaginu. Erum við ekki bara þá að komast að þeirri niðurstöðu að sölufyrirkomulagið ekki vandinn eða rótin sem þurfa að ráðast á, heldur einmitt það sem þú varst að nefna varðandi forvarnargildið og fræðsluna? Sölufyrirkomulagið ekki aðalvandinn varan sem verið að selja. Það mjög mikilvægt, en það engin spurning það að það verið að auka aðgengi að áfengi og það verið að auka aðgengi á þeim tíma sólarhrings sem þú farið eiginlega ekki annar stað nema þú farir á bari. En tölurnar sem þú vitnar í, Kári, tölurnar sem þú vitnar í og tölurnar frá Finnlandi benda til þess að þetta hafi ekki áhrif, að aðgengið hafi ekki áhrif. Tölurnar, þú getur haft tilfinningu fyrir því að þetta væri lægra en þú verður ekkert fyrir þér í því. Sko, ég ekki að segja, ég að tala um eina tilfinningar sem ég hef fyrir því. Ég sko beifall að segja þér að reynsla fólks allan heim svo að ef aðgengi aukið þá eykst neysla. Ekki í Finnlandi? Og ekki á Íslandi? Þessi saga frá Finnlandi hefur ekki verið skráð þannig að hún sé mjög samfærandi. Og það engin spurning það. Hvaða rannsókn þetta? Það mikla deilur í Finnlandi þetta. Við skulum nú bara setja þær á netið, þú veist, þess að... Já, það alls konar deilur eins og þú veist í Finnlandi hvort að þetta hafi aukið eða ekki aukið. Allstaðar eru þetta deilur, við sitjum hér við þetta borða þegar það eru deilur. Þegar við sitjum hér og ræðum þetta, þá hef ég engra hagsmuna að gæta í því að hann selji minna áfengi, heldur vorskup einfallega. Ég hef áhyggjur af heilsufari fólks, ég hef áhyggjur af ungu fólki sem raunverulega verið að hvetja til áfengisneyslu. Arnar eins og aðrir í þessum business hér að auglýsa áfengi mjög mikið, auglýsa það óbeint með því að beina athygli að þessum stöðum þar sem hægt að ná í áfengi hvenær sem og það ekki spurning í mínum huga að það hefur áhrif á neysluna sem hefur áhrif á heilsu mjög stórs 100% fólks í landinu. Svo staldraðis við þarna þetta með unga fólkið. Nú vill þannig til að við erum að selja áfengið með notkun rafrænna skilríkja. Þar sem að unglingar get ekki verslað. Í hverju einasta ársreikningi á TFR viðurkennt sleifarlag í þessum efnum, þar sem að 10-20% af þeim unglingum sem reyna að versla í TFR sleppa í gegn og geta verslað þar. Ég skil ekki alveg hvað menn að verja þegar að kemur að þessu. Nú í annan stað þetta var bara á sínu tíma, þá var þetta einhver hugmynd að ríkið eitt gæti tryggt þetta. Það vita það allir sem að hafa á sínum unglingsárum verslað í TFR að TFR engin vendarengill fyrir gegn unglingadrykkju. Ég meina, ég með og ég veit ekki þeir sem hafa kannski tekið eftir að öll þessi umræða og þessi skrif Kára og annara sem að hafa komið núna alveg eins og skæðadrífa að þetta allt í framhald af því að ég opna afgreiðslustað á Fáskrúðsfirði í verslunarrými þar sem að TFR hafði áður verið starfandi. Nú eini munurinn í dag sá að unglingarnir get ekki verslað lengur í búðinu á Fáskrúðsfirði. Nú að hvaða leyti mín verslun þar skaðlegri heldur en ríkisverslunin sem þar var áður. Ég held því fram að það sé fáránlegt að halda því fram að þín verslun á þessum stað sé verri heldur en TFR. Aldrei haldið því fram.
Það eina sem ég að segja að bæta ofan á þann aðgang sem fæst frá ÁTVR, hvað svo sem þeir eru, að bæta ofan á þeim aðgangi sem að netverslun kallar á. Nú þá bara lokum við leyfum mér að ljúka þessu og þess ber að geta að það risun upp heil kynslóð, 2-3 kynslóður sem orðið miklu eðlilegra að versla í gegnum netið, heldur öðruvísi. En það ekki sjónarmið, Arnar, að netverslun orðið þannig að fólk fari þetta bara sent heim með volt og einhverju slíku, að það aukið aðgengi miðað við það að þurfa að fara út í búð og mæta ríkisstarfsmannum sem að rennir þessu í gegnum einhvern skanna? Jú, alveg svo bara heimsendinga og skyndibita og annað, sko. Þetta bara skiptir engu máli í þessu samhengi. Það skiptir máli vegna þess að eina hættan af skyndibitanum að hann standi í hálsinum á þér. Ef þú drekkur það áfengi sem þú ert að selja á þann máta sem ætlast þér til, þá veldur það skaða. Já, sko, ég meina, ef við okkur umhugaðum þessi skaðasjónamið, þá sjálfsögðu ættum við að loka ÁTVR. Og annað sem ég sakna rosalega frá Kára og Skoðanabræðrum hans, það sko eftir að Leifsstöð var nú sem með 14% markaðshlutdeild samkvæmt áætlun ESA eftirlitsstofnunar EFTA. Eftir að flugstöðinu var breytt í einn allsherjar áfengisa ránkala þar sem að sko snirtivörum, salgæti og leikföngum fléttað saman mjög smekklega, allt umvafið áfengisauglýsingum og hinir veiklunduður eru látnir labba þarna í gegnum einhver áfengissvipugum. Get ekki labbað. Ég algjörlega sammála honum. Að sko aldrei hefur nein athugasemd frá einum eða neinum, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, landlæknir, Alma Möller, hvað þetta heitir allt saman þetta fólk, aldrei hefur nokkuð maður fett fingur út í þetta. Ég skammast mín fyrir að hafa ekki gert það, en ég held að þetta alveg ofboðslega pirrandi, þú kemur þreyttur heim úr flugferð að þurfa að labba í gegnum alla þessa ránkala og vita til þess að þarna verið að ótaða fólki áfengi. Á smökkunarborðinu stóð einfallega "We want you to taste". Yes. Það var nú ekkert minna en það. Sem ég held að sé líklega versta dóp sem selt í íslensku samfélagi. Nú annað sko að þetta einkarekin áfengisverslun. Já. Og átalarlegenda hvernig ósköpunum á jafnræðisreglanast að gilda þarna að einkarekin þar af leiðandi þá brjóta þessu lög frá 1998 brjóta vissuleiti jafnræðisregluna, ég samanlagði því og að ætti En förum að þessi verið auglýsingarnar. Arnar, Kári sakar ykkur að halda áfengið ungu fólki með auglýsingum? Mjög lítið, sko, ef að, þú veist, þó svo aðrir gerir það. Við sjáum Smáríki auglýsa greint. Já, þeir auglýsa greint. Eitt sem mér langar til að spurja þig út í, Kári, bara út frá samfélagsbreytingu sem við höfum lifað. Áfengisauglýsingar eru allt í kringum okkur án þess að við getum rönduð reist. Ég get ekki hort að enska boltan, ég sé hvattur til þess að drekka Carlsberg eða Budweiser eða hvað það heitir eða körfuboltan sem að ég veit að þú fylgist grannt með eða formúluna, það er allt löðrandi áfengið þarna allt í kring. Af hverju ættu við að stemma stigu við þessum auglýsingu hér heima fyrir og loka til dæmis á innlenda framleiðendur þegar að aðrir framleiðendur alþjóðlegir hafa fullkomið aðgengi að okkur í gegnum þessa miðla? Þetta flókið mál og að vissuleyti þá verðum að passa okkur ómikið á því að nota svona alþjóðlega mælikvarða. Manst eftir þessu gamla bara lúsin útlensk til biti sómi. Það er ekki endilega okkur til sóma að fara að taka upp þessar auglýsingar þó menn gera þetta annar staðar. En þetta er eitt af þeim vanda sem hlýst af því að búa í alþjóðlegu samfélagi. Heldur að menn drekki meiri bjór að því að þeir horfa á enska boltan? Nú veit ég það ekki, vegna að ég er svo lítið fyrir bjór. En ég er ekkert, það er engin spurningum að þessar auglýsingar hafa áhrif. Þessi auglýsingar eru sko bardagi milli sko framleiðanda markaðshlutdeild en það stækka ekki endilega markaðinn sko. En sem annar mál. Ég segi bara varðandi þetta með sko auglýsingar og annað slíkt, opnunartíma ef við að tala um það. Ég meina
ekki akkurat það sem við höfum verið að margítrekað tala Hvað með að setja bara ákveðna siðareglur þetta frekar heldur en eindilega einhver boðabönn? Hvað með til dæmis svo bara að löggjafinn gerir þessi brók og setja bara einfaldlega þá bara lög opnunartíma til dæmis netverslana frekar heldur en að þetta ákall einhverja Arnar, ástæðan fyrir því að þetta svolítið erfitt að þrátt fyrir það að ég og fleiri séum töluvert mikið á móti þessari viðbót við aðgengi sem fer í gegnum netverslanir, þá engu síður mjög mikilvægt að passa sá því að innleiða eftir sér meiri forræðishyggju heldur en nauðsynlegt þannig að það óþolandi að búa í samfélagi sem bannar þér að valhoppa á leiðinni heim. Það verður að vera ákveðið frelsi í samfélaginu til þess að það sé gaman. En áttu það ekki bara að geta keypt þér vín þegar þið sýnist? Þess að löggjafinn segir þú mátt kaupa hann milli 10 og 6 á vikundum og alls ekki á sunnudögum. Þetta nákvæmlega saman þegar þú ert að keyra. Hvernig í andskotanum eru menn að setja brauðljós þú kemur á gatnamótum? Að því svolítið hættulegt fyrir því. Nei, það er til þess að aðrir komist leiðar sinnar. Málið það að þegar þú byrjar að drekka það snýra ekki bara sjálfum þér. Þetta algengasta ástæði fyrir slysum sem lenda ekki bara á þeir sem eru drukknir, heldur og öðrum. Þetta algengasta ástæði fyrir upplausn á heimilum. En hefur, þá spyr ég, út frá slysum og heimilisofbeldi, er fylgni þarna milli, hefur þetta aukna aðgengi gegnum netverslanar, aukið heimilisofbeldi eða umferðaróp? Ég hef ekki aðgang að tölum til að geta svarað því. Eða einhver drykkju, þá mjög líklegt að það auki bæði slys. Það hefur ekki aukið drykkjuna? Það hefur minnst okkur til komið í veg fyrir að hún minnkaði í samræmi við það sem hann hafa búist við. Það hefur komið niður í það sem það var í kringum 2020. Við hverju byggust menn að væri? Menn hafa verið að vonast til þess og nú skal ég segja það sem meira að drykkja hjá ungu fólki hafi minnkað mjög mikið á Íslandi, var komið niður í það minnsta sem þú sérð í vestrænum heimi. Það farið að aukast aftur núna mjög mikið. Ekki samkvæmt opinberum tölum? Þessar opinberu tölur sem við tala hér eru heildarneyslu á áfengi. Nei, það er líka mælt sérstaklega hjá unglingum. Í samkvæmt þeim sem að vinna á þessu sviði, bæði hjá SHA og farastræðir. Þetta bara tölur sem birtar einu sinni ári, ég eigum ekki að þurfa að deila staðreyndir, en ég vil bara kannski aðeins... Á sér það að þú talar þessar tölur eins og einhvers konar staðreyndir sem trompi allt í þessum heimi. Ég hef ekki hugmyndum hvað þessar leið og þú opnar fyrir og fólk fer að ferðast aftur, þá fer mjög stór 100% af áfengisneyslu að eiga sér stað erlendis. 10% af Íslandingum eru erlendis hverju sinni. En Kári, ef að tölurnar myndu óíkjandi segja að áfengisneysla hjá ungu fólki sé minnka, að áfengisneysla standi í stað eða fari minnkandi þrátt fyrir þessu opnun, myndur þá skipta skoðun á þessu? Nei, vegna þess að ég held í fram að þessar tölur eins og alltaf að þú ert að líta á heildartölur, þú ert ekki að skoða tölurna sem lúta þeim sem eru eigundir. Við skulum taka prófa eina endurhverfa verkfræði. Ég var í miðjukafi þegar Stefán á sinn klassíska smekklausa hakt truflaði mig. Það er að segja, ef við göngum út á því sem vísu að 10% af Íslandingur séu alltaf erlendis hverju sinni, þá hefur áfengisneysla Íslandingi ekkert minnkað síðan COVID. Þannig að 0,85 lítra væru þá það sem drukkið af því sem keypt í fríhöfninni og það sem að Arnar benti á, og ég mjög þakkláttur fyrir að það skuli benda mér á það, að þegar að farið að óta alkóhóli af fólki á flugstöðunni af þessum mikla krafti, að þá finnst mér líklegt að sá 100% neyslunar sem ekki kemur fram í hinum opinberu tölum sem stærri heldur en það var. Ég þetta steinhættur að kaupa áfengi í fríhöfninni því að þeir eru þarna að okra svo á því þarna með það sem áður var, með að ríkið var með þetta í sinnum höndum. Endurhverf verkfræði, hvað er það? Þetta farið að vera mjög áhugavert. Já, ef við ímyndum okkur núna að við værum bara með algjört áfengisbann á Íslandi og tilstæði að opna fyrir áfengisverslun. Það myndi koma fram tvær hugmyndir. Önnur væri svo að áfengi er eingöngu selt í netverslunum þar sem að salan er skráð á kennitölu viðkomandi
rekjanlegt, notabene, með rafrænum skilríkjum, þar sem unglingar geta ekki verslað. Sem sagt, nokkuð örugt fyrirkomulag. Verslanirnar sjálfar ekkert að trana sér fram í sem sagt, hvorki í flugstöðinni eða annar staðar, en þá kæmi Kári fram með hugmynd ríkisreknar einokunarverslanir sem að myndu kosta 5.500 milljónir á ári að reka. Og myndu að sjálfsögðu hafna rafrænum skilríkjum og myndu bara treysta á sjónrænt mat og ætli fyrsta spurning þá ekki býtu nú við ef að Íslands samfélag á að fara að eyða 5,5 milljarði í rekstur á þarflausum sérverslunum með vöru eins og áfengi, ætli fyrsta spurningin þá ekki bara svo hvar á að skera niður í velferðarkerfinu fyrir því? Ekki sant? Einhver hlýtur að borga fyrir þennan óyndisrekstur og sá einhver að sjálfsögðu bara Íslands samfélag. Þetta 5,5 milljarður. Nú vöruverð í þessum einokunarverslunum eins og við erum bara búin að sýna fram á, augljóslega, svona 15-20% of hátt. Og fyrir hvernig þetta þá? Jú, ÁTVR stendur eftir sem velferðarkerfi fyrir hillupláshafana, fyrir þá sem að eiga hillurnar í búðunum. Því að þeir ná að halda þarna uppi, fólk lappar þarna inn grunnlaust og í góðri trú og heldur að sé að gera kaup vegna þess að álægningin í verslunum sé svo lág. En lág álægning hjá ÁTVR þýðir einfaldlega bara há álægningu hjá heildsölunum. Þannig að verðið þar að auki og þetta vigtar inn í vísitölu neysluverðs og að öllu leyti, ég meina ef að fólk... Nú ertu búin að tala nógu lengi fyrir þessari reverse engineering og segir það að ég ekki ósammála neinu raunverulega í þessu. Ef við ætlum að byrja okkar sölu aftur, þá held ég að væri ekki endilega skynsamlegast að fara að búa til þessar áfengisverslanir sem í dag. Og ég hef aldrei haldið því fram. Ég held því fram líka að... Þú vorst að verja þær? Ég ekki að verja þær, ég að reyna að verja einstaklinga, ég að reyna að verja fólk í ég leiði mér að ljúka það hér að segja. Hægt að flytja þennan mann fram, bara augnablik með ég lík málum mér. Ég held að það kerfi sem í gangi núna með þessum verslunum sé búið að renna sinn tíma þessi gerð af verslunum, ekki bara fyrir áfengi heldur fyrir matur og hvað sem menn eru farnar að panta miklu meira mat heim til sín og svo framvegis. Ég ekki að móti því, það sem ég hef áhyggjur að vera þetta bætist ofan af það sem við höfum núna og þetta auki opnunartíma og svo framvegis. Það eitt af því sem að Arnar benti á sem dálítið ógnvekjandi til dæmis að í núverandi verslunum ÁTVR þá einn innflytjandi sem með 55% af öllum vörum. Þannig að það allt í einu komin inn í þetta óbóðslega miklu sérhagsmunur einstaklinga sem hafa einhverju hluta vegna lagt undir sér land innan ÁTVR og hafa haldið því mjög langan tíma. Það gerir málstof okkar sem málstof mann eins og mín svolítið erfiðan þegar við erum að reyna að hvetja samfélagi til að halda uppi þessu kerfi. Þannig að ég held að það sé kerfi sem minnst óttist gerir það verkum að við sem minna aðgengi heldur en ef við leifum manni svo Arnar að þreytast út allt, senda brennivín heim til fólks á 15 mínútum miðja nótt og svo framvegis. Hvaða kerfi vilt þú setja upp ef þú telur að kerfið sem ÁTVR hefur byggt upp? Ég hef enga þá reynslu að mér sé eiginlegt að svara þessari spurningu að setja upp kerfi til að selja svona. Myndur þú vilja færa þetta allt inn á netið? Ég spyr meðalans bara þegar ég fer með börnin mín í Smáralindin og Kringluna, þá blasa þar við á bestu stöðum verslanir áfengis og tóbaksverslunar ríkisins. Ég held náttúrulega að þau óhöllu umhverfisáhrif sem börnin þín verða fyrir ekki af Kringlunni heldur en þér. Við það verður ekki ráðið. Nei, við það verður ekki ráðið. Nei, en við erum að elta ÁTVR í opnunartíma, Ég meina að það opið þarna til 8 á föstudagskvöldum, það opið til 6 á laugardögum. Ég meina, þú veist, ég ekki að óska eftir þessu langa afgreiðslutíma og hvers vegna ekki bara að færa bara þessi lög
til betri vegar eins og Finnar hafa gert, bara færa þau að nútímanum og setja í stað þess að hið opinbera sé bæði sko eftirlitsaðilinn, löggjafinn og spilandi inn á vellinum, verandi dómarinn líka. Nú Arnar allir að hvetja áherendur til þess að muna eftir því Arnar á Eslun sem selur áfengi og hún heitir Santé sem franska sem þýðir heilsa. Það að segja það ekki hægt að vera sarkastískari en þetta. Það ekki hægt að vera jafn disingenuine og einlægur. En býtur nú við frakkarnir lyfta vínglösum og segja Santé? Já, jú, til skál til... Já, ég veit að eins og ég sagði áðan bara ef flúsin útlenski þau býtur svo mig. Sko, þetta fáránlegt, þetta ljótt að halda því fram að það sé eðlilegt að stýra brennivínsverslunina heilbrigði. Þetta er Skammastu þín, Arnar? Nei, hann skammast sín ekki. Ég var ekki að biðja um að gera það. Og er ekki væntingar til þess? Nei. Sko, nafnið kemur nú eiginlega til að því, sko, þegar fólk segir einmitt Santé, sko, þegar það er að skála, sko. Það bara svona, ég hef nú tekið þannig, en segðu mér eitt Kári í þessu sambandi, því að mér finnst þetta mjög áhugavert sem þú kemur inn á hér. Ertu þá í raun og veru ekki að tala fyrir ríkiseinokun á áfengisölu? Þú telur að það þurfa að setja meiri skorður á fyrirkomulagið? Sko, eins og stendur þá er hægt að hemja þetta meira ef ríkið heldur utan þetta. Eina landið í Skandinavíu þar sem að ríkið sér eftir sölu áfengis í Danmörku og það er mest neysla á áfengi á Norðurlöndum. Og mest fallandi reynda líka. Já, ég er ekki þar með að segja að ríkið sé eini aðilinn sem geti haldið utan svona almennilega. En ég held fram að það eigi ekki að leyfa einkaaðilum að selja áfengi, hvort á netinu í annar staðar, fyrir en það er búið að setja einhvers konar skorður, einhvers konar reglur sem að hafa lýðheilsusjónarmið að markmiði. Það er að segja að það er erfitt að hemja kraftmikinn Arnar þegar hann ætlar að auka sölu á brennivíninu sínu, þegar að það er algjörlega í hans höndum hvernig hann reiðir það fram, hvernig hann auglýsir og svo framvegis. Hvað er mikilvægara heldur en sko rafræn skilríki og það að selja ekki unglingum? Rafræn skilríki eru mjög góð. Ég viðurkenni það fúslega. Ég þannig að vera viss að viðurkenna það að ég fæddist það fyrir helming síðustu aldar. Þannig að rafræn skilríki verið ennþátt framandi fyrir mér, en mér sýnast þau verið býsna góð. Og þau hjálpaði sumt. Þau hins vegar komi ekki í veg fyrir að þú reynir að selja sem mest af áfengi til fólks í landi. Ég skal segja þér að ég er með annað auka öryggislag í þessu sem er því að alveg svo þegar þú keyptir nú Nvidia-vélar inn í Bíkót á sínum tíma, við erum með svoleiðis vélar líka hjá okkur og sem að fylgjast með einfallega til dæmis afhendingunni og þannig að ef svo ólíklega vildi nú til að það myndi nú einhver senda afhendingakóðan sinn og senda ungling eftir, þá er svona í dag er þetta líklega svona 90+% líkur á því að gervigreindin uppgötvi að sá sem er að sækja sé ekki með sá sami og keypti. Og ég meina þetta er til dæmis bara eitt svona lítið auka öryggislag ofan á allt hitt. Já, sko, nú er ég ekki að tala um sölu til fólk sem undir aldri. Ég er einfaldlega að tala um... Nei, við höfum ekki til fullorðnu fólki. Hlustan á mig. Við þurfum sem samfélag að gera það sem við getum til að minnka neyslu áfengis og við eigum tvo möguleika. Því eitt með forvörnum sem ég sammála Stefáni í að skipta mestu máli. Við erum að leggja mikla áherslu á... Það var það sem virkaði með tóbakið. Aðgengið fullkomið þar. Svo sannarlega. Það hægt að nálgast það í sjoppum allar sólarhringinn. Að vísu það svo að þessar sjoppur selja það ekki börnum lengur þess að það gerði því ég var En aðgengið fullkomið fyrir þá sem eiga að kaupa það. En við höfum aðra möguleika líka sem að fylgjast með notkun áfengis, sjá til þess að það sé ekki settur sá kraftur í þess að fólki að það auki neysluna, að draga úr auglýsingum og svo framvegis. Og rándýrt að auglýsa? Já. Ekki í Mokkanum? Nei. Þið megið ekki auglýsa þar? Nei, það má ekki. Já, en það er að setja skorðu við því í lögfræðinni? Það ástæðin fyrir því hann vill ekki auglýsa í Mokkanum að það lesa hann enginn. Það er ránt.
Algjörlega. Það orðið mjög nálægt. Það veist þú af skrifum þínum í Moggann hvaða áhrif þau hafa. Les enginn að skrifa í Moggann. Ég fæ útrátt fyrir að skrifa. Hvernig heldur að þetta fari með dómsmálið gegn Smáríkinu og Landsrétt? Gerir þið ráð fyrir því að þessum dómi verið snúið? Já, sjálfsögðu, sko, en það málatilbúin algjörlega fráleitur og sá sem að, sko, stóra málið sem að blasir við núna að ESA, eftirstofnun EFTA, að fara að taka íslenska ríkið á sakamannabekk fyrir samningsbrot. Nú, að því að þetta það eru kannski tvær megin ástæður, annars vegar það stærsta áfengisverslun landsins skuli vera einkarekin í af Heinemann í Fríefni og hitt málið svokallað brugghúsafrumvarpið. Þar sem að sko búið að dæla út 20-30 áfengisverslunarleyfum út allar koppagrundir. Hvorki Kárinni nokkur annar hefur nokkur tíman haft einhverjar athugasemdir við það. En sá sem hafði athugasemdir við það á sínum tíma, hann heitir Ívar Ardal og var forstjóri ÁTVR og hann fullyrti bara einfaldlega í umsögnum það frumvarp að verði þetta frumvarp að lögum þá einkaréttur ÁTVR fyrir bí. Hann bara búinn. Og löggjöfin rann í gegnum þingið? Og löggjöfin rann í gegnum þingið, engin lýðheilsurök, 500.000 lítra mörk, 50% afsláttur af áfengisgjaldi. Þetta svoleiðis augljóslega samningsbrot. Þetta aldrei ganga. Ég algjörlega sammála því að þetta fáránlegt. Já. Í hvortvekki fáránlegt að leyfa í einkaaðilega að selja áfengi í flughöfninni. Þó að það sé hægt að sýna fram á í lögunum frá 98 þá sé gert ráð fyrir einhver slíku, þá það fáránlegt að þessu marki og síðan hitt að leyfa sölu af áfengi út úr þessum brugghúsum, finnst mér líka alveg gjörsamlega út í það. Ég veit þú ert sammála því að heilinni þér basískur sko, að þú hlustar eftir rökum, þú myndar þér ekki 100% skoðun vegna þess að þá veistu að þá getur ekki hlustað á hlustaðu það með Arnar, sko, Þetta fyrir að verða of rómantískt hér. Nei, í öllu þessu, í afstöðu minni til áfengis sem eitri í okkar samfélagi, þá markast ég af því að hafa átt ástvinni sem að dóu af völdum áfengis. Verið partur af fjölskyldu sem hafa leyst upp út af áfengi, hafa hort upp á vini mína eyðileggja sinn karriér sko á miðjum aldri af áfengisneyslu. Og góður vinur minn hringdi í mig í dag í 11:00 í morgun, búinn að glata húsnæði, hér komin upp á götu, var búinn að rétta sig af en féll svo aftur. Áfengi, þannig að alkoholismi alveg gífurlega erfiður sjúkdómur. Og mér finnst að það sé gífurlega mikilvægt í þessari deilu það hvernig ég að selja áfengi. Að markmiðið ekki endilega að banna einhverjum að selja áfengi á einhvern sérstakann hátt. Markmiðið að minnka aðgengi að áfengi á þann hátt að þeir sem eru veikir fyrir eigi ekki jafn auðvelt með að ná í áfengi eins og í dag og það á að vera hægt að setja saman kerfið sem skráir hluti eins og Arnar var að tala áðan, hverjir að kaupa að hvaða marki, vegna þess að svo þegar menn lenda í ruslu og fari inn á heilbrigðisstofnun, þá ætlumst við til þess að samfélagið borgi fyrir meðferðira og Viltu að það sé skrásett í einhvern opinberan gagnagrunn hversu menn mikið drekka? Nei, ég er ekki að tala opinberan gagnagrunn, heldur það sé hægt að fylgjast með árangur af því sem verið að gera. Það að segja, ef þú ætlar að setja menn í 10 daga vist á Vogi og síðan 30 daga vist upp á Vík og gerir þetta nokkur 100 manns á ári, þá verður að hafa einhvern möguleika að því að fylgjast með hver árangurinn og þú verður að skrá þetta af einhverju leyti. Þú getur skráð þetta þannig hátt að fólk komist ekki í þann. Það sé einhvern veginn neyslutengt ökklaband? Þetta ekki neyslutengt ökklaband, þetta ósköp einfaldlega aðferð til að fylgjast með því hvernig meðferð sem að samfélagið að nota, hvernig það gagnast. Ég held að sjúkraskrá SA sé uppfulla viðskiptavinum hins opinbera í áfengis rekstri. Þetta ekki sterkur auksun, við vitum það báðir. Og ég meina, vinurinn varð, hvort sem hann varð, áfengina bráð, vegna átíðaferð eða þráttir átíðaferð, það fáum við líklega aldrei að vita, en þetta bara leifa
bara liðins tíma, þetta er bara fyrirkomulag sem löngu sko búið að renna sér skeið og það bara ekkert sem að stýður það að hið opinbera sé betur til þess fallið að selja áfengi heldur en einkaðinar. Setja frekar lög þetta og stýra þessu bara með ábyrgum hætti, tryggja það að unglingar geti ekki verslað, við komumst ekkert lengra í þessu. Ég ekki sammála því. Við vitum það fullkomlega að ríkinu hefur ekki gefist það sérstaklega vel að reka ábatasama starfsemi. Ríkinu það að þið hurti endið það sérstaklega illa. Þannig að mér finnst líklegra að þér tækist að koma út miklu áfengi heldur ríkinu. Ég held að gróða sjónarmiðið, þeir hagsmunir sem rekaði áfram, sem að skipta gífurlega miklu máli í okkar samfélag og verða að hafa áhrif á okkar samfélag, þá í þessu sérstaka dæmi, þá séu sú tilhning, sú geta, held ég hún sé hættuleg. Þannig að ríkið held ég að sé betra til þess að Við viljum lélega rekstramenn í kringum vörur af þessu tagi. Nei, ég að segja við viljum stofnanir sem að hafa ekki, það sem einstaklingar hafi ekki gróða hagsmuni af því að selja sem mest áfengi. Þetta hefur verið efnislega góð umræða og yfirveguð, kemur dálítið óvart. En rétt í lokinn langar við til að spyrja ykkur að máli máluna. Þann 29. ágúst ætlum við að ganga að kjörborðinu. Kári, ætlað þú að kjósa með því að við göngum til aðildarviðræðna við Evrópusambandið eða ertu þversum í því eins og sem öðru? Sko, ég hef töluvert miklar áhyggjur af því hvar Evrópusambandið statt núna. Sko, þegar þú ert að velta fyrir þér Evrópusambandinu eða ekki, þá verður maður að spyrja hvað fáum við að ganga í Evrópusambandið, hvað það sem við gefum upp við að fara í Evrópusambandið og eins og stendur akkurat núna þá held ég að það sem við fengjum fyrir það væri mjög lítið. Þetta er fjölríkja samband sem í dálítilli krísu og búið að vera í dálítinn tíma. Þannig að ég komið til með að segja nei, en með því ég ekki að segja að við getum allt einhvern tíðan seinna ef aðstæður breytast í heiminum, endur skoðað þá afstöðu. Þversum. Arnar? Ég held þessi bara nokkuð sammála að Kára í þessu. Við skildum þá lokur sáttir. Takk ykkur báðum fyrir komuna, Kári Stefánsson og Arnar Sigurðsson. Þið þurfum hins vegar ekki að bíða lengi eftir næsta spursmálaþætti. Við verðum að sjálfsögðu hér á föstudaginn með okkar fasta tíma og við hlökkum til að sjá ykkur þá. Fylgist með.